Góðan daginn, ég heiti Þórður Björgvinsson og í þessu kennslumyndbandi er ég að fara að kenna ykkur að montera töflu. Þetta er tafla frá Ráðport og er 80 á hæð og breidd og hún er 21 cm djúp. Það er allt innan í töflunni. Það eru allar hlífar, það er búið að setja allar grindur í. Það sem við erum að fara að gera í þessu myndbandi er að fara að tengja neosett, tengja legalega, tryggja og einsfasa og öryggi. Þannig að það sé hægt að spennusetja töfluna. Við skulum bara byrja á því að tæma töfluna svo við getum fara að raða í. Nú er mjög þægilegt að vinna í töflunni. Það er ekkert fyrir, engar hurðar, væntanlega engar hlífar. En við skulum kannski byrja á því að skoða teikningu og sjá hvernig við ætlum að raða þessu upp og hvernig við tengjum töfluna. Þetta hér er teikningin sem við ætlum að fylgja í þessari sýnikennslu. Þetta er teikning frá gömlu sveinsprófi sem var í febrúar 2024 og við ætlum að fylgja því sem er að gerast hérna innan í töflunni. Við ætlum ekki að fara að leggja fyrir stýri töflu, innfasa, tengni, loftljósi eða einhver öðru. Við erum bara að fara að horfa á það sem er að gerast inn í töflunni. Við erum sem sagt að fara að tengja þá neosett, inn á mæli, út á mæli og inn á legalega sem fara síðan inn á sín öryggi. Þannig að það er ekkert flóknara heldur en það. Nú erum við búin að sjá hvernig við tengjum töfluna. Við erum búin að sjá teikninguna. Ég er með teikninguna hérna í tölvunni. Þannig að það er gott að hafa teikningu til hliðar til að sjá hvað það gera. En það skiptir í rauninni ekki máli hvar þú hefur þessi legalega. Hvort að legalegi, einfasa legalegi sé fyrir ofan eða neðan þryggjafasa legalegan. Þannig að þið raunir meira ráða hvernig raða þessu. Ég raða þessu svona upp. Ég er með neðasetti neðst, þryggjafasa legalegan síðan og einfasa síðan efst. Mér finnst þetta snyrtilegast. Það mætti líka hafa neosettið hérna, en mér finnst bara flottast að hafa bara rafmagnið hér, mæli í miðjunni og smáspennu út í enda. Næsta skref er í rauninni bara að fara að tengja. Þá byrjum við að tengja neosettið, en við kannski förum aðeins út í hvernig neosettið virkar og af hverju það er í töflunni. Varrofi eða neosett er öryggisbúnaður sem rofnar sjálfkrafa eða handvirk fyrir rafráðs þegar straumur er of mikill eða bilunir í kerfinu svo sem yfirálag eða skamhlaup. Tilgangurinn með neosetti er að verja búnað og fólk fyrir yfirálag og skamhlaupi og koma í veg fyrir bruna og skemmdir. Varrofi er í rauninni rofi sem hægt er að rjúfa, þannig að ef það þarf að gera við eitthvað í rásinni eða einhverja viðgerðar viðhald þá er bara rofið varrofan. Og síðan eru varðtappar inn í neosettinu sem að eyðileggjast við yfirálag. Jæja, núna vitum við svona cirka hvernig neosetti virkar og við getum kannski bara að byrja að tengja það. Eins og við sáum á teikningunni, hérna, þá fór neosettið hérna inn á mæli og út á mæli síðan inn á laugana. Þannig við byrjum bara að tengja frá neosetti 3 fasa inn á mæli. Eins og sást á teikningu, þá verðum við að vinna með 3/4 víra frá neosetti inn á mæli, út á mæli, inn á legalega. Þannig að við erum að vinna bara með 3/4 í öllu í rauninni. Hér eru 3/4 vírarnir fínþættir, þannig að það þarf að setja endahulsur á vírana svo að þeir fari ekki út allt og tengi ekki losni ekki. Hér þarf að passa upp á þú tengir frá neosetti inn á mæli að það víxlast ekki fasar. Þannig að það má ekki tengja fyrsta fasa inn á þriðja fasa eða öfugt eitthvað. Þannig að mér finnst mjög gott að merkja sér hvern vír með hverju striki þá. Þannig að 1 strik á fasa 1, 2 strik á fasa 2 og 3 strik á fasa 3.
Núna er ég búinn að tengja 3 fasa frá neyðarsetti og að mæli og nú get ég tekið þá 0 frá peninu inn á mælið. Við búum sem sagt til 0 frá peninu. Núna eru allir vírar komnir að mæli og þá getum við fara að taka víra frá mæli. Það er sem sagt aftur 3 fasar og 0. Og það sem kannski þarf að hafa í huga fyrir þá 1 fasa og 0 vegna þess að við erum með 1 fasa leikalega líka. Við þurfum þá að taka þá bara 1 fasa hérna úr þessu tengi aftur inn á þá efri leikalegan og þá 1-0 þá aftur inn á þennan leikalega svo þessi hérna fór ström líka. Fyrir bara því bara. Jæja, núna er ég búinn að tengja frá neyðarsetti og inn á mæli og út á mæli inn á báða leikalega. Ég skal svona fara yfir þetta með ykkur, það sem ég er búinn að gera. Það er 3 fasar, fasi 1, fasi 2, fasi 3, komin á mæli, fasi 1, fasi 2, fasi 3. Síðan kemur býr maður til 0 hérna frá pininu sem kemur í heimtöðinu hérna inn á eftir og það fer inn á 0 hérna og 0 út. Og síðan fer fasi 1 inn á fasa 1 hér, fasi 2 inn á fasa 2 hér og fasi 3 inn á fasa 3 hér og 0 inn á þetta hérna 0. En svo þegar við þurfum líka spennu fyrir innfasaleikulegan þá tökum við bara spennu frá fasa 1. Það er rauninni má vera hvaða fasum sem er, það má vera fasi 2, má vera fasi 3, en fínt að taka bara fyrsta fasan. Og hann fyrir það bara hérna uppi líka og þá 0 líka hingað. En af hverju þurfum við 0 í leikalegan en ekki í varróan? Jú, ég er með smá útskýringu á því. Lekastraumsliði er öryggistæki sem rífur straum þegar nemur ójafnvægi milli straums sem fer út í rásina og inn tilbaka í rafrásina. Slíkt ójafnvægi getur beint til þess að rafmagnið leki einhvers staðar út eða leki þá til jarðar. Í íbúðarhúsnæðum eru mörkin þá miðað við 30 milliampere sem má leka út áður en hann fer að slá út. Lekastraumsliði vernda líkamann gegn slysum og straumleiðni en það er takki á lekastraumsliðanum sem heitir test sem prófar lekalegan hvort hann virki og það er ráðlagt að prófa hann 1 til 2 á ári og tjekka til hvort hann sé í lagi. Núna vitum við svona stuttlega hvernig leikalegin virkar og þá getum við hort hvert erum við komin á teikningunum. Við erum búin að tengja frá neyðarsetti inn á mæli og út á mæli inn á báða leikalega og við erum búin að tengja penið inn á mæli og út á mæli inn á báða leikalega. Þannig nú hugsum við, þá er bara eftir að þá tengja frá jörð upp í jörðskinnu, sem þetta uppi, og þá frá 0 frá hverjum leikalega inn á hverjum 0-skinnu. Og síðan eftir það, þá getum við farið að setja bara straumskinnur á 3 og 1 fasa leikalegana yfir á örygginn og þá fer þetta að vera orðið svolítið flott hjá okkur.
Athuga þarf þegar sett eru straumskynnar í að 3 fasa straumskynna fari í 3 fasa lekarlega og 1 fasa straumskynna fari í 1 fasa lekarlega. Ef þú myndir tengja 1 fasa straumskynnu á 3 fasa lekarlega, þá myndi koma sprenging. Já, þú myndi ekki slá inn í fyrsta lagi, en ef það gæti, já, komið sprenging. Þannig að við skulum tengja þá 3 fasa straumskynnuna og 1 fasa straumskynnuna á rétti staði. Núna er ég búinn að tengja alla töfluna. Það sem breytist núna er að ég er búinn að tengja það á jörð, í jörðskynnuna hér uppi og ég er búinn að tengja 0 frá sikkur núllunu inn á sikkur. Þessi hérna 2 eru sikkur, þetta er ekki sama núlli. Og þessi hérna 0 er fyrir þetta hérna leikalega og þetta hérna 0 er fyrir þetta hérna 0. Og svo er ég búinn að setja straumskynnur, 3 fasa straumskynnu hér og það má sjá að L1 hérna, þá tengjast þessi hérna, L1 og L1, L2, L2, L3, L3. Þannig að þetta er ekkert að víxla neinum fösum. Og svo hér hef ég bara sett straumskynnu og það er bara, þetta er allt L1. Þetta er allt bara á sama fásanum. Þannig að það sem má gera núna er að núna má herða allt. Algengustu mistök á sveinsprófum og bara hjá rafvirkjum yfir höfu er að gleyma að herða þegar þeir eru búin að tengja allt. Og ef þú herðir ekki þá getur þú fara að neista á lausum tengingum og það er bara eldhætta, sérstaklega mikið álag á tengingunni. Þannig að við verðum að fara að herða núna allar tengingar bara upp á nýtt. Jæja, núna erum við búin að herða þetta töfluna, þannig að næsta skref yrði eiginlega bara að fara að spennjusetja, en þá þurftum við heimtaug og ég er með heimtaug sem við ætlum að prófa eftir. Við ætlum fyrst aðeins að skoða öryggin. Af hverju erum við með öryggi? Núna eru öryggin tilbúin fyrir greinar sem koma inn í töfluna. Það þarf að fara að tengja það þá hér, hérna fyrir eitthvað 3 fasa og hérna fyrir þá kannski, þetta getur verið eldhús, ljós og þetta hérna getur verið svefnherbergi. Það bara kemur til seinna meir. En af hverju eru öryggi? Öryggi, eins og segir í nafninu, er öryggisbúnaður og stoppar straum þegar of mikið álag eða bilun verður rafrás. Öryggi er í grunninn bara að passa vírinn fyrir baku sig, að passa það að fara ekki of mikið álag á allt og lítinn vír. Og ef það fer of mikið álag á allt og lítinn vír, þá getur hann ofhitnað og hann getur valdið eldsvoða. Þannig að það er mjög mikilvægt að hafa rétt öryggi á réttum vír. Síðan gerir öryggi vantarlega kleift að slökkva og kveikja á grein, þannig að sé hægt að laga eða gera einhverjar viðgerðir á greinina. Og síðan eru öll öryggi merkt, til dæmis B16 eða C13. B er bókstafurinn, það þýðir bara gerðin á örygginu. Algengstu gerðirnar eru B, C og D, þar sem B slær fljótt út og er oft fyrir heimili eða lýsingar. C-gerð þolir tímabundið álag eins og mótora, þar sem mótorar taka mikinn straum í starti, og síðan D-gerð sem þolir mikinn ræsistraum og það er oft í iðnaðarhúsnæðum og í iðnaði. En síðan er það bókstafurinn til dæmis 16, 13, 10, það er þá amperinn sem er gert fyrir það öryggi og það er þá til dæmis 10 ampere, 13 ampere, 16 ampere, 20 ampere og svo fleira. Herru, núna vitum við hvernig öryggin virka og þá er allt tilbúið í töflunni, þá bara að tengja heimtaug. Á teikningu stendur að heimtauginni vera 4x10 kvadrat, en út að við erum bara að prófa töfluna. Þá er ég bara með 5x6 kvadrat og við bara horfum fram hjá núllinu. Við tengjum sem þetta bara jörð og 3 fasa. Það sem þarf að hafa í huga með jörðina er að þessi jörð er pen. Þannig að það þarf að koma blátt ádrag á jörðina til að merkja penið. Ég sýni ykkur hvernig það er gert eftir.
Jæja, þá er ég búinn að tengja heimtöðina og ég er búinn að tengja á fasa 1, á fasa 1 og fasa 2 og fasa 2, fasa 3 og fasa 3 auðvitað. Og síðan er jörðin með bláu ádræðu sér sem sagt til að aðskilja þessum pen. Og síðan er bara blár hérna bara til hliðar vegna þess að á teikningu stendur 4 x 10 kvadrat og þetta er 5 x kapall þannig að við notum hann ekki neitt sko. Þá má bara fara að setja í samband. Fínt kannski að rjúfa allt áður maður gerir það. Nú er spenna. Þá er komið spenna hér og fínt er að mæla það. Til að vera alveg öruggur þessi spenna. Þá mælir maður bara á milli fasa og til jarðar. Og á milli fasa eru alltaf 400 volt það bil. Og svo á milli fasa og jarðar eru 230 volt. Sem passar líka. Þá má bara hleypa á þetta. Þá er búið að spenna sér töfluna og kannski fínt að mæla svona alla rásina til öryggis. Mæla bara hérna og hingað. Það er bara 230 líka. Og nú kveikjum við á legoleiðunum. Hér eru allar mælingar réttar þannig að við meðum bara fara að klára þetta á lokatöflunni. Þá er taflan okkar bara tilbúin og allt komið í hana. Það má sleppa því að setja hlífarnar í vegna þess að eiga eftir að koma fleiri öryggi og í rauninni er vinnan ekki búin. Það á eftir að þá draga að töflu og leggja í töflu og allt það eftir, við erum bara búin að montera hana. En við erum einnig búin að merkja þá fasana fyrir veitur þegar þeir koma að tengja mæli, L1, L2, L3. Og þá má bara kalla þetta gott. Ég vil bara þakka fyrir mig. Ég heiti Þorgeir Björgvinsson og nú er þetta kennslumyndband búið.